Kæru vinir, við komum hér saman í Gaulverjabæjarkirkju í dag til að kveðja og þakka fyrir hana Guðnýju Siggeirsdóttur. Við ætlum að eiga hér stund saman í bæn og þakkargjörð, heyra orð og söng sem að taka utan okkur á þessari stundu. Við skulum hefja stundina með signingu og bæn. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Lát mig Drottinn sjá afdrif mín og hvað mér er útmælt að dögum. Lát mig sjá hversu skammær ég er. Sjá, örfáar þverhendur hefur þú gjört daga mína og ævi mín er sem ekkert fyrir þér. Hvers vona ég þá, Drottinn? Von mín er öll á þér.
Hjá postulunum heyrum við þessi orð. Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjall. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig það sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen.
your flaming red hair and the things that you do. I heard you had left. No, it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. Godspeed to you, angel, wherever you go. And although you have left, I want you to know my heart's full of sorrow, but I won't let it show. I'll see you again when it's my time to go. When I think of angels, I think of you. And your flaming red hair and the things that you do. I heard you had left. No, it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. Oh, when I think of angels, I think of you. Náðsemiður og friður. Þegar hún leit fyrst dagsins ljós var hringt heim og tilkynnt að rauðhærð stúlka væri fædd. Og svo mikill var spenningurinn hjá eldri systkinunum þegar hún kom heim í fyrsta skiptið að þau hlupu á móti bílnum langleiðin út á Stokkseyri. Hún var snemma lífleg og algjör fjörkálfur. Í barnaskóla þótt hún dálítið baldin og hávaðasöm og svo mjög að skólastjórinn sá sig tilneyddan til að ávarpa stúlkuna á þessum nótum til hún fengi nú almennilega útrás. Guðný mín, farðu hérna niður í fjöru og öskraðu á brimið. Mikil persóna, algjört orkuver og með risastórt hjarta. Já, kæru vinir, hljómar þessi persónulýsing kunnulega. Við erum sem sagt að tala hana Guðnýju. Hún lifði lífinu sínu svo sannarlega lifandi. Kona stundarinnar og augnabliksins. Dagar hennar eru merktir gleði, krafti og björtum minningum. Svo allt of hratt og allt of fljótt eru þeir dagar nú taldir. Á kveðjustund þegar við finnum fyrir söknuði og vanmætti,
þá finnum við svo vel að við þurfum að standa saman. Við leitum á orðum en finnum þau kannski ekki. En þegar við verðum orðlaus þá koma til okkar orð. En nú segir Drottinn sá skóp þig, óttast þú eigi, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn, þú ert mín. Ég held að það sé hollt að hlusta eftir þessum huggunarorðum einmitt í dag. Óttast þú eigi. Af því að þarna brugðist við mannlegum tilfinningum og tekið utan sorgina og söknuðinn. Ekki almennt séð, heldur utan þig og allt þitt. Ég frelsa þig, ég kalla á þig. Þú ert mín, þú ert minn. Það sárt að þurfa að kveðja þau sem við elskum. En í dag sækjum við okkur styrk í þá uppsprettu sem reynst hefur heilladrjúg á siglingunni í gegnum lífið. Óttast þú ekki, ég frelsa þig, segir Guð kærleikans. Guðný Siggeirsdóttir var fædd á Selfossi 20. júlí 1960. Foreldrar hennar voru hjónin Siggeir Pálsson og Una Kristín Georgsdóttir Dörving, bændur á Baugstóðum í Stokkseyrahreppi. Guðný var yngst 5 systkina. Eldri eru Páll, Svanborg, Elín og Þórarinn. Guðný ólst upp við almenn sveitastörf heima á Baugstóðum, fór í barnaskóla á Stokkseyri, var síðan aðeins að leita fyrir sér á unglingsárunum, fór í Flensborg tíma á Laugavatn og hætti þar í skóla áður hún var rekin eins og hún rifjaði sjálfu. Tók 1 ár í hárgreiðslu í iðnskólanum en fór síðan og fann fjölina sína í Þroskaþjálfarskólanum og útskrifaðist þaðan árið 1984. Áður hafði hún farið 1 ár sem skiptinemi til Nýja-Sjálands þar sem hún kynntist góðu fólki og hélt tryggð við það alla tíð síðan. Upp úr 20 kynntist Guðný Friðjóni Erni Guðmundsssyni. Þau hófu sambúð og gengu í hjónaband árið 1982. Börn þeirra eru Linda, fædd 1983, Dögg, fædd 1988 og Andri, fæddur 1992. Fyrir átti Friðjón Kristján Örn sem fæddur 1977 sem var náinn Guðnýju alla tíð og hún leit ævinlega á sem eitt barnanna sinna. Barnabörnin eru 3 talsins. Guðný og Friðjón bjuggu lengst af í Hafnarfirðinum að undanskildu 1 ári sem þau voru í Vestmannaeyjum. Guðný vann sem þroskaþjálfi í leikskóla og síðar á sambýli. Hún hafði alla tíð mikla ástríðu fyrir vinnunni og fann sig vel í starfi þroskaþjálfars. Guðný og Friðjón slitu samvistum árið 2001. Þá flytur Guðný á Selfoss og var tíma forstöðukona á skólavistun en hóf síðan störf hjá Viss endurhæfingu þar sem hún starfaði allt til hinsta dags. Eftir komuna á Selfoss lágu saman leiðir Guðnýjar og Guðjóns Egilssonar frá Selfossi. Þau gengu í hjónaband í dásamlegri athöfn í Úthlíðarkirkju í byrjun maí 2009 og bjuggu sér fallegt heimili í Grundartjörninni á Selfossi. Börn Guðjóns af fyrra hjónabandi eru Guðfinna, Sigrún og Egill og þar eru 3 barnabörn, svo að samtals áttu Guðný og Gauji 6 börn og 6 ömmu og afabörn. Guðný var orkubolti. Það væri eiginlega nær að tala náttúruafl í hennar samhengi. Fyrirferðarmikil og stór persóna sem hafði gaman af lífinu. Heimilið alltaf opið upp á gátt fyrir fjölskyldu, vini, gesti og gangandi. Vinir barnanna nutu þess að vera inn á heimilinu af því að þar fengu þau að vera algjörlega þau sjálf. Uppeldið hjá Guðnýju snerist gagnkvæma virðingu við börnin, frjálsræði, sanngirni og traust.
og ófáa heimalingana áttu hún í gegnum tíðina sem voru fastagestir og ævinlega tekið opnum örmum. Þau sem minna máttu sín eða áttu undir högg að sækja sýndi Guðný sérstakan skilning og hjá henni áttu þau öruggt skjól. Guðný var hörkudugleg, uppátækjasöm og bjó yfir ríkri sköpunargáfu. Nýtin og fór vel með, fannst Gauji sinn alltaf kaupa of mikið þegar farið var í búð, var hagsýn og nýtin, ekki of mikið tannkrem á bustan og ekki of mikið þvottaefni í vélina og alltaf að byrja á brauði. Þetta voru meðal húsráðana. Og líka að gera við hlutina í stað þess að henda þeim. Ófá voru áhugamálin hennar og hugmyndirnar sem hún fékk í gegnum tíðina. Hún saumaði, útbjó handgerð jólakort, saumaði veski, gerði fallega muni úr gleri og leir, bjó til ilmvatn og hér aðeins fátt eitt nefnt. Guðný var útsjónarsöm og úrræðagóð. Ofurkona sem lét engan segja sér að hún gæti ekki gert hlutina. Hjá henni voru vandamál ekki til, bara verkefni sem þurfti að leysa. Hvetjandi alltaf við fólk og reiðubúin að hjálpa. Ég geri þetta ekki fyrir þig, sagði hún, en ég skal gera þetta með þér. Hún var töffari í sér og ekki mikið fyrir að væla. Þolinmæði Guðnýjar gagnvart börnum var óþrjótandi og sama gilti eldra fólk. Umhyggjusöm og gefandi og tók fólk hiklaust upp á arma sína. Guðný var ofur, þetta mikið notað orð í dag, ofur. Hún var ofur amma sem að naut þess að hafa barnabörnin í kringum sig, fór með þau í sund og á sleða og valdi að sjálfsögðu alltaf stærstu rennibrautirnar og hæstu brekkurnar. Að renna sér á sleða var reyndar sérstakt áhugamál Guðnýjar og þar stóðu henni fáir snúningin. Hún fór alltaf efst í brekkurnar og var meðal annars svo fræg að renna sér á sleða niður Eyjafjallajökul og geri aðrir betur. Guðný var prímus mótor í að kalla saman ættarmót hjá fjölskyldinu og hafði þegar lagt drög að einu slíku á komandi sumri. Hún ferðaðist vítt og breitt landið og heiminn. Ógleymanlegar fjallaferðir fóruðu saman Guðný og Gauji í hópi vina í gegnum árin á gamla Gull. Og svo voru það kvennaferðir, 4x4 hópsins á veturna. Fyrstu keyrði Guðný sjálf en gerði síðan kóari hjá Elfu vinkonu sinni. Á þeim ferðum var ævinlega mikið brallað og örugglega ekki allt eftirhafandi hér. Guðný einhvern veginn alltaf miðpunkturinn í alls kyns uppátækjum. Duglega að tala í talstöðuna, fara rólega stelpur mínar, var kunnuglegt viðkvæði. Guðný var líka þessi adrenalínfíkill og hafði gaman að því að ögra sér. Hún fór í paraklæting í Vík en átti fallhlífastökkið eftir. Saman áttu Guðný og Gauji dýrmæta stundir á Látrum Breiðafirði árabil. Þar var hún í essinu sínu í dúntekju innan fugla og lífríki í síni fegurstu mynd. Guðný var líka meistari í því að efla fólk í kringum sig, hrósa því og tala í það kjark og hvetja áfram. Maður vissi til hvers var ætlast, það var ekki talað undir rós og það mátti tala allt og það mátti gera mistök. Alltaf algjör stuðningur. Svona lýstu börnin uppeldinu hjá móður sinni. Guðný var hvatvís en á sama tíma ótrúlega þolinmóð. Nærgætin í kringum fólk og tók ákvarðanir af vel ígrunduðu máli. Hún gat alveg verið dálítið dómhörð og sagði skoðanir sínar umbúðalaust. Algjörlega laus við að gera vesen og Guðný var náttúrubarn sem var ótrúlega næm á fegurðina í umhverfi sínu.
kona stundarinnar og augnabliksins. Skál fyrir okkur og lífinu, we only live one. We only live once. Litrík svo sannarlega í rökræðum og var ekki rekin á gat svo glatt. Og ef hún brá á leik og fór í gerfi þá tók hún það alla leið og hvarf algjörlega inn í karakterinn, hvort sem það hét magadansmær, súludansari eða bara eitthvað allt annað. Í desember 2023 greindist Guðný með 4. stigs krabbamein og ljóst var að framundan væri hörð barátta. Hún fór í krefjandi lyfjameðferð en hélt þó áfram að njóta lífsins. Síðasta vetur fór hún í 4 daga lúxus jeppaferð með vinkonum sínum. Miðjan maí skrapp hún til Noregs í heimsókn til barnanna sinna og í sumar þvældist hún með gauja sínum út allt land, fór meðal annars austur á land og vestur á firði og komst meira að segja á strandveðar. Og fyrir rúmum mánuði fór hún svo í ógleymanlega ferð til Frakklands með Elvu vinkonu sinni. Miðjan október var Guðný svo viðstödd skírn á yngsta barnabarninu hér í þessari kirkju, en í sömu athöfn ákváðu foreldrarnir Dögg og Unnar að gifta sig öllum á óvörum. Guðný var sem sagt að njóta alveg til hinsta dags. Hún lést á heimili þeirra hjóna í Grundartjörninni 27. október síðastliðinn. Það var í anda Guðnýjar að leggja línur fyrir sitt fólk. Hún var búin að velja hvað skyldi sungið hér í dag og hverjir ættu að syngja. Hún vildi að bálför færi fram eftir kistulagningu því að það væri algjör óþarf að burðast með kistuna hingað í Gaulverjabæ og svo aftur til Reykjavíkur. Guðný hélt sum sé áfram að halda sínu fólki við efnið þó hún væri sjálf farin. Það var því ekki alveg út í loftið þegar setið var við eldhúsborðið daginn og verið að hugsa hvað ætti að standa á krossinum hennar. Í Guðs friði var stungið upp á, en þá sagði eiginmaðurinn, ættum við ekki frekar að hafa vertu til friðs. Guðný var engu lík. Óteljandi minningar munu lifa lengi enn. Myndirnar af Guðnýju þegar skrollaði niður fésbókarsíðu hennar sína lífsglaða konu skælbrosandi innan fólk og fjör og það sjáum við líka glöggt í sálmaskránni sem þið hafið undir höndum. Dásamleg kona og eftirminnileg öllum sem voru í kringum hana. Þannig var hún. Vinamörg og elskuð. Una Kristín Pétursdóttir sendir innilegar samúðarkveðjur til fjölskyldu Guðnýjar og hennar nánustu, sömuleiðis Guðlaug og Kolli sem á stödd eru erlendis. Guðlaug minnist fyrstu kynnanna frá því að systkini þeirra voru gefin saman í þessari kirkju árið 1970 og síðan hafa þær átt margar samverustundirnar. Þá sendir Valdimar Brynjar Ágústsson einnig samúðarkveðjur og sama má segja Stefán Ómar Jónsson sem að staddur eru á Spáni. Hlýjar kveðjur til stundarinnar að austan frá Lilju og Fríðu og frá Randi og frá félögum í Krabbameinsfélagi Árnessýslu en Guðný var þar virkur þátttakandi í starfinu. Eigendur Hvallátra vilja senda aðstandendum samúðarkveðjur og þakka Guðnýju samfélgdina og góðar stundir í gegnum árin. Síðustu eru svo kærar kveðjur frá Undísi, Gunnari og fjölskyldu í Noregi. Ég vil geta þess hér fyrir hönd fjölskyldunar að öllum viðstöddum boðið að þiggja kaffiveitingar hér í félagslundi að athöfn lokinni. Elsku vinir, trúin kallar okkur hingað í Gaulverjabæjarkirkju til þess að standa saman. Við erum lítil í okkur í svona sporum og hjörtun finna til. Við sækjum okkur styrk í hvert annað og í trúna sem að lofar endurfundi.
Sorgin krefst þess af okkur að við séum samferða. Viðurkenna að við förum ólíkar leiðir í að tjá sorg okkar og söknuð. Og svo eru það heldur ekki orðin sem skipta öllu máli. Heldur hitt sem er miklu meira virði að hlusta og vera. Guðný sýndi einstakt æðruleysi í gegnum veikindi sín. Krafturinn og húmórinn allt á sínum stað. Öllum var hins vegar ljóst að þrótturinn þvarr smátt og smátt. Síðan kom stundin. Veikindi skilin eftir og lagt úr höfn. Sigling með öllu örugg af því að Guðný er ekki ein á ferð. Hún er farin, segjum við, en við bryggjuna hinum megin eru aðrir sem bíða og taka fagnandi á móti. Hún er komin. Ástvinir heilsast á ný. Óttast þú ekki, ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert mín. Já, fallega fólk, veröld himinsins, hún býður okkar allra síðir. En þangað til skulum við ylja okkur við hlýjar, kraftmiklar og broslegar minningar konu sem kryddaði tilveruna. Og gleymum því ekki að gera eins og hún, að njóta hverrar stundar, hvers augnabliks. Já, Guðný er farin á undan inn í ríki birtunnar. Þakklæti fyrir að hafa átt hana að er okkur efst í huga. Takk fyrir allt, elsku Guðný. Svo vöknum við með sól að morgni. Svo vöknum við með sól að morgni. Amen. Englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát á þína skína svo blíðan. Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós, dag burt minn myrka hvíla. Þú vekur hana með sól að morgni, þú vekur hana með sól að morgni. Faðir minn, láttu lífsins sól, lýsar sorgmætt hjarta. Hjá þér ég finn frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hana með sól að morgni, vekja hana með sól að morgni. Drottinn minn réttu sorgmættri sál, svala líknar hönd. Og slökkt úr hjartans varma bál, slít sundur dauðans
morgni. Farðu í friði, vina mín kær, Faðirinn mun þig geyma, aldur og ævi verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Við þökkum þér, himneski Guð, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Guðnýju Sigurðsdóttur, systur okkar, sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíð. Uns við öll söfnumst frammi fyrir þér. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Sameinumst í hljóðri bæn. Allar bænir felum við svo í bæninni sem að Drottinn kenndi og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sumar kjólar, háir hælar,
Takið drottinlegri blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vor Jesú Krist. Amen.